erum komin hingað eins og við gerum oft á 50 með þessum hundaferð, að þá fáum við fólk hingað til þess að hjálpa okkur að skilja samfélagi sem við búum í og hérna eru komin Þorgeir Tryggvason, Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og Árni Daníel Júlíusson. Verið öll velkomin. Herðu, þetta er kallað fordæmalausi tímar og þá verður maður að fara að fá hjálp til þess að skilja hvað svona tíma maður er að lifa. Og það eru rosalega átök í samfélaginu og náttúrulega fyrst og fremst í kringum þessi kjaramál. Ólína, má ég spyrja þig, hvernig upplifir þú það hvað eru átökin? Það er náttúrulega sverfa til stáls á milli þeirra sem meira eiga og hinna sem minna eiga. Það er náttúrulega að kristallast núna þessi sívaxandi misskipting sem hefur verið að eiga sér stað í samfélaginu undanfarna áratugi. Og það varð líka á tímabili ákveðin þróun innan verkalýðshreyfingarinnar fannst mér þar sem hún slæfðist, stéttabaráttan slæfðist verulega á tímabili. Svo þegar Sólveig Anna kemur til sögunar, þá kemur hún svolítið eins og ferskur vindur inn í þetta allt saman með nýjar áherslur og endurvekur svolítið gömul grunngildi í sérstaklega í verkalýðsumræðinni. Og svo hafa náttúrulega orðið verulega átöku kringum það. En það sem mér sýnist, harkan í þessum átökum núna, sýnist mér stafa af því að atvinnurekendur gera sig grein fyrir því að þeir gera sig grein fyrir þessari vaxandi andstöðu eða þessari að þeir sjá sér hag í því að reyna að brjóta á bak aftur núna í eitt skipti fyrir öll þessa sjálfstæðisviðleitni. Þetta drepið áður þetta verður stærra. Já. Það skýrir náttúrulega þessu ofsafengnu viðbrögð hjá SA og ég get ekki, maður hefur náttúrulega heyrt talað verkbönn í tengslum við verkföll í tímans rás, þó hefur því ekkert mjög oft verið beitt en verkbann af þessari stærðagráði held ég að sé alveg óheyrt að setja 21.000 manns í verkbann og senda það launalaust heim sem viðbrögð við verkfallsboðun 1700 félagsmanna í Eflingu. Það er verið að tífalda áhrifin af vinnustöðvun. Það er ansi ríflega ílagt af hálfu atvinnurekenda myndi ég segja og viðbröðin sé ekki í takt við svona þína raunverulega kjaradeilur, þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað annað sem liggur að baki. Já, ég held að þetta sé pólitískur þrýstingur sem verið að setja núna og það er eitthvað stærra plan sem liggur undir hjá atvinnurekendum heldur bara að eiga við þetta eina stéttarfélag en þeir sjá náttúrulega í þessu tiltekna stéttarfélagi ákveðna ógn. Auðvitað getur spilað inn í þetta líka eitthvað persónulega óvild á milli forystumanna SA og Eflingar. Það er ekkert ólíklegt eins og orð hafa fallið á milli þeirra. Og oft við gerst svo sem það bara skipta ég meina, menn eru náttúrulega bara í þeim í sínum hlutverkum og Sólveig náttúrulega sérstaklega í sínu hlutverki fyrir sitt félag í tvímælalausu umboði fyrir það sem hún er að gera. En viðbrögð atvinnurekenda finnst mér ekki vera í neinu samræmi við tilefni, þannig að það er alveg greinilegt að þeir vilja leggja meira undir í þessu. Þorgeir, kannt þú að lesa inn í hug Halldórs Benjamíns og hans? Nei, mér finnst nú ansi mikið lagt á sig, sérstaklega kannski í þeim armið að tryggja það að enginn viti hvað þeir eru að hugsa, Það mér finnst svona mælsku bröðin sem er beitt eru þannig og svona fyrir utan þetta róttæka og grimmilega verkbann þá hefur mér nú svona fundist svona mikill áhugi vera fyrir því að láta umræðuna snúast eitthvað annað en deilan snýst að deilan snýst möguleika fólks á að komast af á laununum sínum og en umræðan er alltaf að þokast inn í annars vegar náttúrulega svona einhverja mjög nýjálulega lagatæknilega atriði í sambandi við miðlunartillögur og allt það og svo bara einhvern þras persónur og kurteisi og einhver orð sem hafa fallið og bara svona að flækja málin þangað til að allir eru búin að missa listina en undir niðri kraumar náttúrulega málana sem að Sólveig Anna var svo ósmekklega að setja á dagskrá að launin duð ekki.
Finnst þér það vanta bara í umfjöldu fjölmiðla að segja frá því hvernig fólk í Eflingu hefur það? Já, það var nú reyndar einhver ávæningur af því áðan. Það var bara í síðasta fréttatíma, þá var aðeins verið að tala við fólk niður á Austurvelli það, en ekki verið að tala við áhyggjufulla fyrirtækjaeigendur að fyrirtæki þeirra að vera lokuð. Það gerist líka þegar Efling fór í Hörpu, þá loksins heyrði smá raddir. Þetta er snjallt á Eflingu að vera eitthvað það sem er fjölmiðlamenn mæta, þá heyrast raddir almennina félagsmanna. Já, og svo má nú líka bara vera að þetta verkbann setji það svona svolítið fókusin á það að málstæður þeirra hljóti að vera einhvers virði úr því að það má ráðast á hann með þessum krafti. Mér finnst fjölmiðlarnir hafa svolítið verið einhliða, voru það sérstaklega framan af, einhliða í sinni umfjöllun þessi átök og það var á tímabili sem að mér sé að talað kjaradeilu Eflingar og það vantaði viðfangið, vantaði SA og það er auðvitað að gera það í dag þegar umræðan alltaf, og umræðan var alltaf lengi vel bara á forsendum samtaka atvinnulífsins, endalaus viðtöl við þá. En þeir eru það er svolítið eins og áherslan sé að breytast og kannski tímabært fyrir löngu. Þannig Daniel, ég verð að geta þess að þú ert mágur umræðara Sólveig Önnu. En hvernig, ef þú lyftir upp úr því hlutverki, hvað er átökin? Mér datt í hug þegar þetta fór á stað ég man ekki hvernig það var, þá datt mér í hug að nú stendum við í nógu deilu hinna nýju eða þeir nýja borðaraslag og það eru tveir frægir slægir frá 4. áratugnum í kreppunni og þá var staðan þannig að það var róttækur armur sem stýrt var að Einari Olgeirssyni og það voru kommunistar og þeir höfðu Einar Olgeirsson hafði algjör yfirráð í verkalýðssambandi Norðurlands og Alþýðuflokkurinn, hann var hundóanægður með þetta og það var sem sagt allt gert til þess að kveða niður þetta bandalag þarna fyrir norðan og þar á meðal voru stofnuð gul verkalýðsfélög á Akureyri og bara all Norðurland, það er að segja gul verkalýðsfélög, það er að segja verkalýðsfélög sem voru stofnað annað verkalýðsfélag við hlýðina á því róttæka sem að menn töldu sig geta haft betri stjórn á. Og þetta virðist vera eins og þetta sé núna, mér datt þetta í hug þegar þú veist, þetta kom ansi mikið á mann þegar sáttasemjari ríkisins leggur fram sáttatillögu sem að er beint upp úr tillögum samtök atvinnurekenda. Þetta er svo eitthvað furðulegt og augljóst að það er eitthvað annað í gangi heldur en viðbrögð við venjulegri kjarabaráttu. Þannig að mér datt þetta væri verið að núna áttu þetta fólk sig á því að það væri komin fram að róttækur armur í verkalýðshreyfingunni og hann ætlaði ekkert að fara. Og þá grípur sig einhvers konar desperasjón því að þetta mjög desperat aðgerðir að ráða ríkissáttasemjara til þess að hann byrjaði bara að eyðileggja embættið basically, leggur það í rúst sem sáttamiðlari og í öðru lagi þá gripið til verkbanns sem hefur ekki frést af síðan og Írlandi 1913. Þetta er eina sem ég finn Já, það var ég bara áhuga sakfræðingur að googla bara eitthvað. Annað verkbann í Danmörku 2013. Það var þegar kennararnir voru fristir út í En var það ekki krafa á ríkisvaldið, þar sem að sveitarfélagin að gera kröfu á ríkisvaldið út af, þannig skil ég það, en það er kannski það þótti líka sérstakt í Danmörku það var senda kennarana heim og menn eru ennþá hann helst það en þetta er alveg og það er svo margt sem einhvern veginn úr takti og í ólægi í það er eins og þessi panik í viðbröðum stjórnvalda, viðbröðum atvinnurekenda, það er einhvers konar svona eins og Dani segja, verðinni af lafi. Má ég pröfa að spyrja ykkur einu þá? Segjum þetta sé svona eins og þegar Trump var og þá var það sagt, þú veist, nei, bandarískt samfélag mun standast þetta
og fyrst kemur hann að þú nefnir hann að miðlunartillöguna sem að svolítið held ég að gengi fram af flestum sko, að væri bara tekin, það bara passar ekkert við sko reynslu okkar á svona sáttum að sé tekið bara annað sjónarhornið og það einhvern veginn gekk ekki eftir og svo var það svona alls konar hugmyndur að þetta því kært og að sömuleyti hefur ekkert að þessu gengið eftir og núna þegar komið þessi tilkynningum verkbann og þá hættir Efling við slutaverkvöldunum skilur þá svolítið eftir í þessu. Ég held að sé töluvera líka fyrir því að verkbannið verður bara dæmt ólöglegt í félagsdómi, það er líka góðar líkur á því. Það er alveg hugsanlegt vegna þess að sko þetta sko pólitísk verkbönn eru ekki alveg lögum samkvæmt og þetta hefur svo sterkan pólitískan keim. Og þarna eru sko fyrirtæki og atvinnufyrirtæki að greiða atkvæði í þessar stóru atkvæðagreiðslu, jafnvel fyrirtæki sem hafi ekki einasta Eflingarstarfsmann á sínum vegum. Það mætti ekki hinum veginn sko. Já, ég get ekki kosið að þú færir verkvall. Nei, ég segi það. Þannig að sko það er einhvern veginn bragurinn á þessu er svo sterkt pólitískur og umfangið náttúrulega svo gríðalegt. Hér mun lamast allt ef að þetta gengur eftir. Þeir voru nú búin að hafa ansi mikil og sterk orð það atvinnureikendur hvað myndi gerast þegar bensinafgreiðslumenn færu í verkfall og einhverju fleiri sko og starfsfólk á hótelum en svo ætlaði þeir að setja 21.000 manns í vinnustöðun og hvað gerist þá? Og sko gegn hverju mun þetta beinast á endanum sko. Ég er ansið hrædd að þetta muni geta bitið í skottið á sér. Já og það er einhvern veginn þegar að dómur fjallum að Efling þyrfti ekki að afhenda félagaskrána til þess að geta greitt atkvæði þá var talað við ráðherra sem atvinnumála sem segir að þetta þýðir að það þurfi að endurskoða vinnuröðgjöfina svo kemur þetta verkbann sem að mögulega geti hugsanlega verið dæmt ólöglegt en ef ekki þá myndir maður nú halda að það sé þá heldur betur tilefni til þess að fara í þessa endurskoðun þó hún hafi kviknað af einhverjum öðrum orsökum. Akkurat. Hvað finnst ykkur það með viðbrögð ráðherrann að segja að úr því að það sé ekki að þröngva sér miðlunartillögu upp á Eflingu að þá verður bara að breyta lögunum eins og það sé hægt að verða að vera. Sko þetta er bara partur af þessari svona seríu af furðulegum atburðum sem í gangi. Það er miðlunartillagan, það er verkbannið, það eru fjölmiðlarnir hvernig þeir láta eins og Ólína var að tala og síðan sjáum við verkalýðsráð Samfylkingarinnar. Þar er teflt fram fólki sem að eru bara nánast opinberi stéttsvikarar, þú ég að segja. Og þú veit að vitna til Ólafur Helgur sem hefur kært ASÍ og reyndar SA og Íslenska ríkið fyrir félagsdóm, ritari stjórnar og varaformaninn, Agníasku Efu. Ég bara tek undir greiningu Sólveigar Önnu á því máli og síðan höfum við sko ráðherra flokk Vinstri grænna sem að eru að satt sér ekki að svona beita miklu af kröftum sínum til stuðningsalþýðinni samt á þetta að vera Vinstri grænn flokkur. En þessi hugmynd að það að sáttasemjari geti ekki þröngvað miðlunartillögu upp á verkefnisfélag, það er bara ekki allir sammála því að það eigi að vera að hafi nokkuð tíma verið þannig. Þannig að allt í einu verður þessu hugmynd bara einhvern veginn til að úr því að það er ekki hægt þá verður bara að breyta lögunum svo þetta sé hægt. Já, það er nefnilega svolítið sérstakt og það má alveg setja sko spurningamerki við þessa þróun sem hefur verið með stóra samflotið í þessum samningum yfirleitt að sko eins og þegar Efling sker sig frá núna þá er látið eins og það sé einhver kórvilla en staðreyndin er að þetta svo að samningsrétturinn er hjá verkalýðsfélögum, hjá stéttarfélögunum. Þau eru með samningsréttin. Ef það hendar þeim að fara í samflot og þau meta sína hagsmuni þannig að það borgi sig, þá gera þau það. En það er ekki hægt að áfellast stéttarfélag fyrir að vilja ekki vera með í samflotinu. Og ef að það er orðin einhver sjálfstæður röksemd að samningar við aðra í samfloti hindri það að hægt sé að gera Eflingarsamning við Eflingu sko þá er verkalýðsbaráttan komin líka bara út í svolítið töluverðar ógöngur, myndi ég segja. Þá er þetta orðið svona, að því að menn tala oft höfrungahlaup, þá er þetta orðið eiginlega öfugt höfrungahlaup, þá bara sá sem blikkar fyrst, hann bara er með samningsréttin fyrir hönd allra og SA getur valið hver það er. Já. Og það það getur eiginlega ekki verið að það hafi verið hugmyndin. En samt sko,
þá hefur það verið eiginlega, og ég held að það hefur gerst einhvern tíma fyrir einhverju, kannski þessu tímabili sem þú ert að lýsa, að verkalýðshreyfingin og alþýðusambandið felst einhver leyti inn á þetta, að þó svo að hafi ekki verið bara, þú tekur hennar samning eða bara það verður ekki neitt, að þá var svona, það verður að vera innan ramma þessa samnings, sem að ég næ ekki alveg af hverju sjónarmið verkalýðshreyfinguna, því það ætti að vera þannig að ef þú nærið einhverju meiru, þá bara hærra gólfið þegar ég byrja næst, sko. Já, ég held þetta hafi byrjað að þróast upp úr þjóðarsáttasamningunum á sínum tíma og þá voru náttúrulega mjög ákveðnar aðstæður í samfélaginu sem að skýrðu það að menn ákváðu að taka höndum saman. En af því ég tengist nú svolítið verkalýðsbaráttu fjölskyldu, tengdafaðir minn Pétur Sigurðsson var forseti Alþýðusambands Vestfjarða og ríkur þáttakandi í þjóðarsáttasamningunum og stóð fyrir ekki alltaf í liðinu og stóð fyrir verkfallinu 97 þegar barist var á bryggjunni fyrir vestan og svona, að sko ég man bara mjög vel eftir því að því þá var ég fréttamaður og ég var að fylgjast svolítið vel með og ég rætti þetta oft við hann að sko verkalsfjórfóringarnir gömlu, þeir báru það mikla virðingu hver fyrir öðrum að ef að menn sömdu betur, þú veist, þá komið þeir aldrei í bakið hver á öðrum með það. Þeir litu einmitt svo á, þeir samglötust ef að, og sko þó þeir væri kannski ósáttir, eitthvað innbyrðis út af einhverjum samskiptum, þá stóðu þeir alltaf saman út í frá. Og það var bara samstöðu krafan, hún var bara býsna rík, þessi móralska krafa. Það hefur svolítið látið undan, sýnist mér á atburðum síðustu missera á ára, því miður. Einn kunningi minn sko talar að fólk hafi gleymt hvernig á að gera verkföll, hvað fer fram í verkföllum og hvernig verkalýðshreyfingin á að haga sér einmitt við svona aðstæður þar sem að einhvers klífur sig út úr og ætlar þá að stinga hann í baki, það þekkst ekki í gamla daga. Það var eitthvað svona heiðursmannasamkomulag. Sko. Það er heldur ekki klók stefna, sko. Nei. En ég maður kannast við, og þeir kannast við náttúrulega líka, það var fundið að flugumferðarstjórum og svona fámennum stéttum sem að höfðu einhvern veginn svona líkiltök, þannig að verkvöldur voru hættuleg, stundu við lækna og svona, en svona við svona breiðan massa, þótt að hann reyna að fá eitthvað meira, ég bara man ekki eftir þessu. Sko, og svona láglauna og líka svona láglauna hóp, sko þetta náttúrulega það stéttarfélag sem með sko flesta láglauna, erfiðisfólk og láglaunafólk innan sinna raða og það allt öðru vísi þó slíkur hópur beiti afli sínu, lögmætu afli til verkfalla og annað, heldur en þegar sko sá sem valdið hefur og vinnuveitendavaldið kemur af þvílíku ógnar afli eins og atvinnurekendur að gera núna, það svo mikið ofbeldi að ég held að fólk sé bara svolítið slegið yfir því. Og þetta bara hópur sem þarf að greinilega, reglulega að minna á mikilvægi sitt. Það þarf ekki að segja manni í löngu máli frá mikilvægi flugumferðarstjóra. En við þurfum að finna fyrir því hvað gerist þegar að félagsfólk Eflingar hverfur á vettvangi. Einmitt, ræstingafólkið, Þeir fáið að upplifa þetta á 50. næsta. Það verður eins og risastór kvennafrídagur. Þar sem að sko við sjáum mikilvægi láglaunafólks sem eru mikið til innflytjendur og stóruleiti konur þegar þau ganga bara út úr samfélaginu undir forystu Halldórs Benjamíns að þá mun Íslands samfélag sjá hvert mikilvægi þess að fólks býst við. Það verður sögulegu dagur. 2. mars verður kannski þetta að haldið hátíðlegt. Árni Denni, þú nefndir VG, hvernig finnst þið svona pólitíkin taka þessu? Þetta náttúrulega rammpólitískt mál. Já, sko, það eins og allir séu hálfræddir að tala við þetta? Já, það eru 2 þingmenn held ég sem hafa tekið málstæði Eflingar. Jóhann Páll? Já, einn í Samfylkingunni, annar í Pírötum, sko. Eyjólfur Ármannsson í Fólki fólksins, ég manni því. Ok, svo var að koma ályktun frá ungum jafnaðarmönnum gegn verkbanninu og neyja með það. Og þá nú Samfylkingin ekki alveg að klikka. Nei, reyndar ekki. Og síðan það fólk sem bara eins og Sigurður Pétursson sem bara virkilega hefur greint stöðuna vel og já, þegar hefur verið leitað til hans. En sem sagt með pólitíkina þá erum við sem sagt að sjá núna þessa, það margt í því sko, en það stefnuleysi. Við erum með ríkisstjórn sem að getur ekkert. Hún alveg annars vegar vegna afls sjálfstæðisflokksins sem stendur á bremsinu í öllum hlutum og hins vegar vegna bara þess að það sem virkaði í COVID-inu,
það sem sagt svona þjóðarsáttum að allt ætti að vera látið í friði, það virkar ekki núna. Það þarf sko, það er sem sagt stefnuleysi, það er engin viðleitni eða prósess eða plan hjá neinum að búa til einhvers konar stefna að einhverju þjóðarsátt svona eins og þessari þjóðarsátt, en reynda að þetta vera svolítið öðruvísi þjóðarsátt. Mér fannst þjóðarsáttinn, þú fyrirgefur Ólína, 1990 vera þjóðarsátt nýfrjálshyggju. Nú þarf einhverja aðrar þjóðar, það þarf þjóðarsátt gott velferðarkerfi til dæmis, gott húsnæðiskerfi, gott heilbrigðiskerfi, New Deal. Já, og við erum að sjá sko í Bandaríkjunum, þar er sko forseti sem að kemur öllum á óvart með því að taka inn til sín Bernie Sanders, hann er bara situr á fundi með sósíalistanum, lýðræðislega sósíalistanum, og hefur tekið inn element frá hans stefnu, en það er ekkert svoleiðis að fæðast hér sko. Sko það er, ég tek alveg hjartanlega undir þetta, vegna þess að það, sko, það sem hefur verið að ergja mig síðustu ár, sérstaklega eftir ég hætti á þingi, það er innihaldsleysi íslenskra stjórnmála. Þau eru bara ekki neitt. Það eru engin ekki fyrir en sko núna þegar við sjáum þessi stéttaátök, og að mörguleiti eru þessi stéttaátök mjög holl. Þau þurftu að koma fram, það þurftu að skerast í odda þó að aflið sé full mikið sem beitt á annan bóginn. En sko við erum hér með samfélag hvers innviðir eru margir hverjir bara alveg að niðurlotum komnir. Hvað sem við lítum á heilbrigðiskerfið, menntakerfið. Já. Þú veist, bara það er margt í og bara félagslega tryggingakerfið og húsnæðiskerfið var bara eyðilagt. Stór liður í því og hvernig mátti það vera að tækist ójöfnuði sem er að gjósa upp algjörlega. Og ég skil það nú ekki ennþá hvernig það gat gerst að félagslega húsnæðiskerfið á Íslandi var í raun og veru bara brotið algjörlega niður. Og þetta eru hinn verðugu verkefni sko samtímans og stjórnmálamanna í dag, en eru þeir að tala um þetta? Og er eitthvað að gerast einhvers staðar? Það er verið að, sko, það rísa hér upp einhver fasteignafélög sem að maka krókin á eymd fólks á leigumarkaði og maður horfir á sko þvílíka misskiptingu og svona bara ákveðið siðleysi. Sko þetta er ekki einu sinni nýfrjálshyggja, þetta er bara sko siðleysi getur líka fólkist í fullkomnu áhuga á aðgerðarleysi, bara vanrækslu. Það er nýfrjálshyggja. Já, ég meina þú veist það er ekki nein glóra í galskapinu sko. Og mér langar að nefna borgarskjalasafnið og það mál, það finnst mér að vera sama meiði. Það er einhvern endurskoðunum fyrirtæki ráðið til að sko reikna borgarskjalasafn út úr borginni. Já. Og þetta er á vegum og Reykjavíkurborg leggur það sjálf til að það sé lagt af saga borgarinnar, heimildagrunnur heimildasjóður borgarinnar fyrir fræðumenn framtíðarinnar. Rökin er það er ekki skilgreitt í lögum að þetta sé okkar business. Akkurat, og þetta er fullkomið stefnuleysi, sko, þetta er og þetta er eiginlega vanræksla hlutverkið hlutverk stjórnmálamannsins og einhvern veginn svona kynnt og sett á dagskrá eins og þetta sé smámál. Já. Eins og þetta sé eitthvað sem hægt er bara svona að klára. Akkurat. En varðandi pólitíkina, þá ráðherra svara náttúrulega því að þeir eru spurðir, ætlið að grípa inn í og það rétt að svara náttúrulega, það er hlutverk þessara aðila að semja, það er ekki hlutverk ríkisins sem er bara rétt. Það ríkisvaldið á ekki að grípa inn í kjaradeilur. En þetta er eins og pólitískt mál, þannig að pólitíska umræða þetta fjallum þetta. En þá er sagt einhvern veginn, já þetta er bara þeirra mál og þar er við ekki að fjalla þetta, það er ekki þannig. Mynd eftir í annar mál sem er eins og Samherjamálið sem er rammpólitískt mál. En þá er sagt, nei við ætlum ekki að ræða þetta því þetta er málefni dómstólum. Hvað ætla pólitíkinn að tala um? Þetta er akkurat dæmi innihaldsleysi sem ég var að nefna sko. Og það er náttúrulega þetta svolítið undarlegt að sjá sko VG í þeirri stöðu sem þeir eru núna. Algjörlega í járnum samstarfsflokkana þessi flokkur sem er sprottin beint upp úr kviku íslenskar verkalýðsbaráttu upp úr borðarslagnum og nóguslagnum. Já, þannig að sko og það er mjög sérstakt að verða vitni að því að þeirra skoðana og athafna leysi sko og samstöðu skort getur við sagt gagvart sko baráttunni
gagnvart sjónarmiði láglaunafólks, kröfunni að hafa laun í sig og á og að endar nái saman. Það er mjög einkennilegt að sjá einmitt þennan flokk, svona lamaðan. Mér finnst ég sjá beina þráð á milli vinstristjórnarinnar 2009 til 13 og framistöðu vinstrigranna núna. Sko þar var, stjórnin var lömuð eftir gríðarlega átök innan vinstrigranna, 2 síðustu árin sem hún satt. Hún byrjaði á því að taka til greina ákveðna kröfur mótmælenda, bara alveg á fyrstu mánuðunum. En svo fór þetta út í umsóknum Evrópusambandsaðild og iSafe slæginn allan og þá kom forsetinn Ólafur Ragnar Grímsson inn í málið og þjónaði því hlutverki sem að vinstri flokkar ætti að gera. Hlusta á fólkið. Já. Þannig að þarna þetta er ekkit kemur ekkit óvart að þú talar klopningin inn í VG, það var mikill klopningur og einhvern tímann taldi það til því að hvað margir fjallu fyrir borð og svo hélt það áfram á síðasta kjörtímabili, þá fjallu 2 þingmenn fyrir borð og gæti þetta haldið áfram? Hvað er hægt að taka lengi utan af VG? Og hver er kjarnin? Þegar maður er þetta laukur, er það ekki kjarnin að það í þessu? Já, og eitt er það nú, hvernig flokkurinn þrífst, en hvert fara munaðarlausu kjósendurnir? Hverjir voru að kjósa, hvar standa þeir miða við flokkinn og hvert leita þeir þegar þeir sjá að honum er ekki treystandi og hann bara hefur engan hrygg. Það er eitthvað sem verður mjög fróðlegt að sjá. Já, kjósendur hegða sér náttúrulega svo ótrúlega ólíkan hátt Þetta eru margir einstaklingar sem slætta fólki, margar sjálfstæðar ákvarðanir. En talandi aðgerðir stjórnvalda, áður en stjórnvöld fara að skipta sér að þessu frekar með inngripum, þá hlýtur að koma til kasta ríkissáttasemjara. Að koma með miðlunartillögu núna og ég hafi hinn verið ótímabær þá væri þessi verulega tímabær eins og staðan er orðin. Það gerist nú alltaf öðru hverju og maður gargar á sjónvarpið að nú á að spurja að einhverju sem að ég myndi spurja og eitt af því var náttúrulega þegar að hann var rétt kominn til leiks og allt var í hnút og hann er spurður og hann hefur verið spurður síðan nokkrum sinnum er ekki núna tími til að leggja fram miðlunartillögu og hann hefur alltaf sagt nei. Og hvað segir það hina miðlunartillöguna? Það væri mjög gaman að heyra hans álit á því. Gilda ekki rökin fyrir þeirri miðlunartillögu einmitt núna? Það er ein svona setning sem að fylgir oft þessu þegar hann segir nei, en það er ég er auðvitað að tala við menn allan daginn. Og líklega, og ef maður trúir því að hann sé að reyna að finna það, hvar gæti miðlunartillagan legið, að ég geti trúið að hann sé bara oft á dag að heyra í fólki til þess að reyna að átta sig á því hvar gæti ég hitt á miðlunartillögu sem annar aðilinn hafnar ekki. En nú er náttúrulega Sólveig Anna kom náttúrulega með útspil núna síðdegis sem ég taldi mig hafa heyrt í kvöldfréttunum þegar hún segir það væri hægt að semja við okkur innan þess kostnaðarramma sem samtök atvinnulífsins hafa varðandi hina samningana sem hafa verið gerðir. Og ég meina, hvernig stendur á því það er ekki látið á það reyna hvort að þeir útreikningar standast? Það er bara greinilegt að það er ekki viljið til samninga. Það er frásögn Eflingar, þau hefur verið komið mjög nærri þessu, þau féllu frá 15.000 króna framfærsluuppbótinni, þau féllust á að hagvaxtaraukin sem tilheyrir lífskjarasamningnum og detta inn í apríl falli inn í þetta og eftir stóð bara það að laga launatöfluna þannig að hún væri jaft kostnaðsum fyrir fyrirtækjaeigendur í Reykjavík og fyrirtækjaeigendur út á landi. Af því að út á landi er fólk með lengri starfsaldur og eitthvað fleira, þannig ef að samningur SGS sem var með brattari hækkun eftir því sem fólk verið með lengri starfsreynslu væri fluttu til Reykjavíkur, að þá yrði kostnaðurinn sem að væri kannski metin á 8,7% út á landi, yrði kannski bara 6,3% í Reykjavík. Eitthvað svoleiðis og við kemur bara eitthvað svona dæmi. Og þau töldu sig verið búin að finna einhverju töflu og væri á leiðin á því,
en þá allt í einu kom Samtök atvinnulífsins með sína eigin töflu og þá var það bara komið út í 2.000 krónur meira á fyrsta þrepi heldur en í starfsgreinasambandinu en 4.000 krónur minna á efsta. Og það er þetta sem er svo óþægilegt sko, að því að þetta eykur svo tilfinninguna fyrir því að Samtök atvinnulífsins, þessi samningur er ekki það sem máli skiptir. Þau ætla að brjóta bara efling og bak aftur. Af því að sé þetta allt saman rétt þá náttúrulega hljómar þetta eins og nákvæmlega það sem en gera bara sólarhringum saman í karphúsinu að leysa svona mál ekki með því að setja á verkbann. Og bakgrunnurinn er sko óðagróði fyrirtækja sem eru mörg ferðþjónustu fyrirtæki búin að hafa stórar fjárhæðir í styrki í COVID frá íslenska ríkinu, frá almenningi og svo framvegis og þannig að þetta er fólki svona þú veist bara þetta er svo fólki blöskrar bara held ég stóra hópum sko. Það er náttúrulega annar sem er bakgrunnur þessar samninga sem er náttúrulega mikil verðbólga og svo er ógnargróði, ég held að þetta segja það bara fyrirtækjarekstur aldrei gengið betur heldur en í fyrra og bara hverju meinast að degi koma tölur sem að ídöndu það var að koma núna í morgun sem sagt bara virðisaukaskattsveltu tölur frá Hagstofunni og þá er bara veltan sko fyrirtækjunum er eitthvað 14,5% í 9,9% verðbólgu þannig að það er sko mikil veltuaukning umfram verðlag og sem mætti að þýða að það verður ekki svigrúm til þess að það er bara líka bara hagnaði fyrirtækja og það er svigrúm miklu meira heldur meira á starfsgreinasambandssamningnum sko. Já, og við vitum það öll vegna sem við höfum fylgst með fréttum og við vitum að gróði stórfyrirtækja verður aldrei nokkuð tíma verið meiri hann er bara sögulega meiri heldur en hann hefur nokkuð tíma verið og það er náttúrulega það sem að gerir þetta svo óaðlaðandi allt saman og líka svo sér maður auðvitað þannig eru menn með 3-4 milljónir á mánuði sko að berjast við fólk sem er með undir 400.000 krónum jafnvel á mánuði sko það er tífaldur munur sem er tekin sko svo mikli skattar af það er engar bætur sem koma sem voru á tímabilum áður barnabætur, vaxtabætur og slíka bætur það er ekkert sem að svona en það sem kannski stjórnvöldin gæti gert núna, þessi ríkisstjórnin gæti gert, það væri náttúrulega að koma með einhvern pakka, sko bjóða, þú veist, bara hækkun barnabóta, tilfærslur í skattkerfinu, hækkað skattleysismark fyrir láglaunafólk, hátekjuþrep á hálaunafólk, það gæti komið með einhvern svona pakka sem innleggi umræðuna og bara til að reyna að liðka fyrir þessu samningum. Það er svarað þessu með að segja að við erum búin að því. Já, þau eru náttúrulega ekki búin að ganga kannski nógu langt í því, þau gætu gert betur. Og eitt af því var það að þau ætla að halda áfram að hugsa leigubremsu sem þau lofuðu 2019. Og svo er náttúrulega alltaf þetta tilsvar hjá stjórnmálamönnum sko í dag, ég veit ekki hvaða ósiður þetta er í hver skipti sem eitthvað kemur upp að það er alltaf, já við skulum skoða það, nú er rétt að skoða málið, en það er aldrei neitt gert sko. Áætlun liggur ekki fyrir. Nei. Þetta er svo komið í ammæli og segja að þú veist að ég er ekki mikið öf en ég er svona að íhuga. Já. Alla leiðina hérna upp á Blöðstíðin var ég að íhuga hvað ég ætti að gefa þér en ég kom ekki með neitt. Herðu, það var í vikunni, þá komu hérna fréttir traust á stofnunum samfélagsins og þá dunkar Alþingi niður aftur. Kannski er þetta það að við erum bara komin í normal ástand eftir COVID, það reisa aðeins upp í COVID og þetta er náttúrulega að 25% þjóðarinnar beri traust til löggjafarsamkomunnar er ástand sem að við þurfum að fara sko mjög austarlega í Evrópu og mjög bara yfir miðræðaviðildi til að finna það næs. Hvað er þetta með íslensku þjóðina? Af hverju erum við svona ósátt við stjórnvöld? Það er vegna þess að fólk finnur ekki að stjórnvöld sé að vinna, sko það finnur ekki fyrir hvað maður að segja, föður og móður hlutverki stjórnvalda, þú finnur ekki fyrir því. Það eru fréttir hér daglega vandræði, heilbrigðiskerfisins, innviðar hrun, sko í COVID rís traustið upp vegna þess að þá verður fólk vart við aðgerðir stjórnvalda sem miðast við eitt tiltekið málefni og fólk áttar sig á því að það er eitthvað svona skynjar, það er eitthvað svona umhyggju, eitthvað sem að já, þau eru að vinna í mína þáu, ég kaus þetta fólk, en sko í þessum sem þú kallar normal ástand, þá er bara innihaldsleysið allsráðandi.
Ég hef alltaf ægilega erfitt með þessa spurningu. Ég var fegin að hafa aldrei lent í svona úrtaki. Sko. Ég myndi bara segja, hvað meinaru? Af því að setjum sem svo að hér væri sjálfstæðisflokkurinn í hreinu meirihluta og stjórnaði og hrindi öllu í framkvæmd sem hann dreymir en gerði það óaðfinnanlega vel samkvæmt lýðræðinu. Gæti ég sagt að ég treysti ekki því Alþingi? Bæri ekki traustilegs? Að því að mér finnst eiginlega svarið ætti að vera já, ég treysti þessu Alþingi. Alþingi að gera það sem það á að gera. Mér finnst þetta bara eiginlega alveg bara ómöguleg þraut að svara þessu spurningu. En það sem hjálpar manni er að það er spurt aðra stofnanir og maður sé svona eitthvað skala og svo samskonar spurningu spurð út allan heim. Og þegar að Norðurlandabúar, að þú ert að tala hvernig almenningur horfir á samfélag, þá sér maður bara á Norðurlöndunum lítur fólk á að ríkið sé okkar. En á Íslendinga bara gera það ekki. Nei. Það er bara, og það er alveg rosalega munur á því. Þú veist hvernig það er að heia stjórnmál og annað slíkt í ríki þar sem að almenningur hefur bara ekki trú á stjórnmálakerfinu. Þessi atburðarás sem er í gangi núna, hún er svona hefur ákveðin að kalla svolítið á við hrunið. Þar er yfirstétt búin að fara fram með alveg ótrúlega svívirðilegum hætti í reyndar dulið þangað til að allt hrundi. Í 10 ára eitthvað, 10-20 ára og þá náttúrulega féll allt traust niður undir frostmark, sko. En það er þar ennþá. Já, ég held að það sé... Það fór í 30%, það er í 25 núna. Já, og svo erum við núna með krísu sem kallast á þessa krísu. Þetta er árás yfirstitt, nú er þetta bara yfirlýst árás yfirstíttarinnar á verkalýðinu. Þetta er þeirra búsáttarbylting. Þetta er kannski... Öfu búsáttarbylting. Fram fjáðir menn í 1000 löndum, ekki þjáðir. Það er ekki það sem við erum að horfa á það er nú alltaf dreift reglulega því sem að Warren Buffett sagði auðvitað stéttastríð í gangi og mín stétt að vinna sagðan. Er þetta ekki bara það sem er í gangi? Stéttastríð í gangi, Þorgeir? Já, ég meina það er svolítið bara einhvern veginn sumuleyti bara, augljóslega og við bara höfum ákveðið að skilja samfélagið öðruvísi heldur en út frá því við erum búin að vera sammála það svona nokkurn veginn ansi lengi að við séum hætt að hugsa svoleiðis hluti og það er ægilega dónalegt að tala þá og svo bara allt í einu flettist það allt saman frá þegar við horfum á atburðarás eins og núna jú. Já, það var sagt að vera sigur djöfulsins að velja fólki trúum að vera ekki til. Það er þarna. En núna, það er eitthvað við þetta, bara hvernig tónnin og hvernig ákvarðanir eru sem eru svona ákveðnari heldur en hefur verið áður. Það er svolítið eins og bara Margaret Thatcher sé allt í vöknuð eða eitthvað. Það er eitthvað svona stemming í þessu. Og þá langar maður að spyrja, sá sem að hegða sér svoleiðis í stríði, stéttabaráttu, hann hlýtur að meta það svo að andstæðingur sé veikur fyrir. Ég held að það sé vanmat, ég held að andstæðingur sé ekkert veikur. En á hverju metur hann að það sé veikur? Það er bara, ég veit ekki, hann kannski metur það þannig, þú veist, ég held að það sé alveg ekkert að meta á annan hátt, En til dæmis, ég bara nefna kergjunum sem kemur upp þegar SGS semur við atvinnurekendur svona, eins og ég segði á hann, lágar kaupakannir. Þá kemur upp kergja hjá eins og róttakari partinum hjá Eflingu, Vaff er labbað út af þeim samningi, en samt var haldið áfram, semja. Þó svo að Vaff er rauk út úr því, það var í samfloti með þeim. Og þeir sættu sig ekki við þessa niðurstöðu. En samt var gengið frá samningunum og því þröngva svo upp á Vaffer og svo að það þröngva upp á Eflingu. Svona setup, ég meina það fólk sætti sig ekki við svona, alls ekki fórustu Eflingar, ekki síst þegar fórustu Eflingar er búin að taka til heimi á sér og hefur öflugt bakland bæði að skrifstofa með almennings. En svo er náttúrulega eitt í þessari deilu sem er svolítið bleikifyllin í búðinni sem að má bara í herbygginu sem að má kannski ekki nefna, en þetta er allt blandið finnst mér kvenfyrirlitningu. Og bæði orðræðan Sólveigu Önnu og samstöðu skorturum sem hún hefur fundið fyrir líka meðal kvenna sem er mjög eiginlega rannsóknarefni en ég hef svolítið verið að skoða orðræðuna sem hefur beinst að henni og bara verið að reyna að skoða þetta svolítið bara sem þjóðfræðingur og íslensku fræðingur og mér finnst þetta svolítið ríma við rannsóknir sem hafa verið gerðar á
orðræðunni hérna til dæmis kvenrithöfunda fyrr á öldinni og á síðustu öld, að það var allt önnur umræða þær sko, og svo sá maður til dæmis þegar stjórnmálakonurnar fóru að láta að sig kveða undir lok síðustu aldar, að það var talað útlit þeirra og göngulag og það var talað skapgerð og skapbresti og þær voru geðveikar og frekar og allt þetta. Og hérna, þetta er svona orðræða sem að mjög oft beinist gegn konum ef þær standa eitthvað staðar stífar, standa fastar fyrir. Og svo er náttúrulega Sólveig Anna mikill, sko, hún er ræðuskörungur og kemur vel fyrir sig orði og er mjög beinskeitt. Ég reyndar ekki, hún á það til að verða persónleg, það kemur fyrir, en það er mun sjaldnar heldur en úr hinum herbúðunum. Og sko orðræðan bæði sem sko, svo eru atvinnurekendur alltaf að verða orðljótari og orðljótari eftir sem að deilan magnast og hún er smættuð, henni líkt við barn í sælgætisbúð sem getur ekki lengt gleði sinni þegar fyrsta verkfallsboðinu var samþykkt, að sjálfsögðu var hún glöð auðvitað að því skildi kon ekki brosa ef hún nær árangri í einhverju. En svo var hún líka í hópi með félögum sínum. Með félögum sínum, sigur reif með sínu fólki og sko menn verða bara að horfast í augu við það, hún er foringi fyrir sínu liði, hún er með fullt umboð og hún hefur sínu hlutverki að gegna og berum virðingu fyrir því, þó ekki sé annað. Og við sýntaði öllum þessum atkvæðagreiðslum með verkfallið að hún nýtur bara stuðnings og trausts síns fólks og svo er þetta náttúrulega eldklár kona augljóslega og hún er ekkert barn eða lamb að leika sér við og það þurfa menn líka bara svolítið að fara að taka með inn í myndina. Ég vil sko nefna í þessu sambandi að það er ákveðin hópur feminista sem að hefur svona tekið aðstöðu gegn henni. Já. Og það er hérna góður maður, Þór Sari, hann kallar það tækifærisfeminista. Ég finnst það ágætisorð. Já, það sýnir líka svolítið sko hvernig kvennabaráttan hefur svolítið, hún er líka farin að fletjast svolítið út á grundinni, sko, frá því að vera í raun og veru stéttabarátta hálfpartinn því að konur litu á tímabil á sig sem stétt í samfélaginu. Kvennabaráttu, stéttabaráttu, kvennabaráttu. Já, það hefur sko, en nú er þetta farið að fara út í allt aðra hluti og óskylda og feministar jafnvel farnir að koma fram og segja, já það er engin skylda að styðja Sólveigu Önnu. Og þá til dæmis hnykkti mér við verulega þegar ég sá bara frægan feminista sem sjálf hefur röklast undan mjög óvæginu umræðu. En það er samt gerð krafa að konur standi með öllum svona fyrirmennum sem eru konur? Og stjórnmálafólki sem að verður fyrir árásum þá er gerð svolítið krafa á konur að standi með konum. Konur eiga að standa með konum, þú veist, þær þurfi ekki að vera sammála alla hluti, en ef að konur er að berjast fyrir aðrar konur, eins og til dæmis Sólveig Anna er að gera, hún er með stóra kvennastétt, að þá finnst mér bara skylda íslenskra kvenréttindakvenna og feminista að standa með henni. Og við eigum ekki að vera að hafa neina skoðanir á hennar stílbrigðum eða hennar skapsmunum eða hvernig við höldum að hún sé. Hún stendur þarna með öll spjót á sér, manneskjan, hefur við ofureflað etja og íslenskar konur eiga að standa með henni, eða kalla sig feminista. Þorgeir, þú ekkert við þetta bæta. Ég þótt að spyrja öðru að því að þetta er kvenfyrirlending. Er ekki líka í þessu ákveðin svona útlendingaandúð sko hópurinn sem er verið að senda heim? Er líklega sko 60% innflytjendur. Það er ábyggilega ansi útbreytt sko að finnast þetta ekki skipta sem því nemur minna máli að það sé komið sómarsannlega fram við þessa stétt. Þau eru svona meira hissa þegar bílstjórnir fóru í verkvall og svona fóru að tala við þá allt öðruvísi að því það eru kvitikallar sko. Já, það verður svona svolítið annar tónn í því sko og það er auðveldara að tala við þá og spyrja þá út í það hvernig þeir hafa það og hvað skoðandi þeir hafa á þessu en það var svona, eins og ég sagði á hann það var þarna allt í einu í fréttunum áðan byrtist fólk og tjáði sig og talaði hvað það væri erfitt að vera einstæð móðir í svona starfi af því að ef þú ert með barn þá getur ekki tekið að þér annars starf til þess að hafa í þig og á getur ekki verið í tveimur störfum. Talandi einmitt þetta viðhorf til útlendinga, það ég held að það geti líka verið svona dulið, svona skeytingaleysi gagnvart sko erlendu vinnuafli. Mér er mjög minnistætt
þegar ég þetta nú gamansaga en það í henni mjög alvarlegur undirtótt. Mér mjög minnistætt þegar ég var að fara í framboð á sínum tíma og fórum héruð vestur á fjörðum og kem þar í ónefnt útgerðafyrirtæki og þar horfir eigandinn á mig raunamættur og sér, hér vinnur ekki nokkur maður lengur. Þetta eru allt útlendingar. Og þetta segir svolítið mikið. Herðu, en þetta eru stéttátök og þau eru komið fram og þetta er ekki, þetta er ekki glemt á páskana. Nei, þetta er svona átöki sem við höfum eftir að sjá bara næstu misseri, eða ekki? Sko, ég hafði alltaf tilfinningunni sko að það væri stjórnarandstaða í þessu landi, stjórnarandstaðan væri einhverstaðar í grendu eflingu og sem sagt, nú það að koma fram, þetta er andstaðan, þarna safnast saman í eitt brennipunkt fjöldahreyfing sem að berst fyrir því að láta til sín heyra og þetta er grundvallar atriði í lýðræðisríkjum, svona virka lýðræðið, þetta er lýðræðið að tala og það ef að það verður sko, mér langar að vitna í George Lucas, hann er ungverskur marxisti og hann vakti mikla reiði eftir síðari heimsstyrjöld þegar hann greindi Bandaríkin sem sko hálffasískt ríki út af hvernig stjórnkerfið hversu ólýðræðislegt það er og þetta er greinilega eitthvað í þá áttinu sem að íslensk atvinnurekendur og yfirleitt ætla sér að gera, þeir ætla að lama þá möguleika eins og er búið að gjörsamlega lama í Evrópusambandinu að fólki geti látið í sér heyra af krafti og geti þá beitt þessum rétti sínum og mikilvægasta hluti af lýðræðislegum réttindum hvers ríkis er að fólk fái að gera verkfall, ekki satt? Og það hefur verið, það er svo furðulegt, það kemur svo á mann þegar er farið að gera athugasemd við þennan grundvallaður lýðræðisrétt af hálfu vísindarinnar. Og sem sagt, þannig að sko bara hér erum við að tala um algjör grundvallar átök það hvert landi stefnir, sko, ætlum við að fara á að halla undan fæti stöðugt niður, minni réttindi alþýðu, minni tillit yfirstéttarinnar og fyrirtækjana tekið til almennings eða á að fara að reyna að reisa við svona þetta kerfi sem við þekktum hér sem erum ákveðið gömul og var þó talsvert mikið skárra. Samfélag var byggt á. Já. Sem var byggt sko þegar Íslendingar voru að koma út úr sárustu fátækt, út úr bandasamfélaginu sko í byrjun 20. aldar þá setja þeir á sko almannatryggingakerfi og komið heilbrigðiskerfi, stofna háskóla, byggja þjóðleikhús, þessi örsnöða þjóð. En núna er ekki hægt að halda við því sem áhengum sigur. Við erum ekki efna á eiga flugvél hjá Landhelgisgæslunni. Nei, þetta er mjög, þó höfum við þetta efna á því. Er þetta svona stór saga í átökum næstu missera? Þetta er ekki bólan sem springur fyrir páska? Nei, það jafnvel þó að eins og Sólveig sagði að það setja landa þessum samningum á hálfum degi og þó að sá hálfur dagur verða á morgun þá er það bara einhvers konar stund milli stríða. Það verður aldrei úr því nema skammtíma samningur, svo eigum við eftir að sjá hvernig hreyfingi, hvernig verkalýðshreyfingin nær aftur einhvern veginn að binda sig saman eða ákveða að gera það ekki og næsta orusta hefst. Og það er náttúrulega kannski efni bara sér þátt hvernig verkalýðshreyfingin ætlar að ná sér saman og hvað hún ætlar að saminast. Því að ég tala mikið við fólk úr verkalýðshreyfingunni og því þið voru að tala svona áðan grunnkerfi samfélagsins. Það kemur alltaf niður á það að það er ekki hægt eins og til dæmis með þetta mál Eflingar að helmingurinn af neyð fólksins er afleiðing af húsnæðismarkaði. Þannig að það verður að laga hann og svo getur haldið áfram með grunnkerfin að sko verkalýðsbaráttan verður að fara að snúast að því að byggja hér upp sko samfélag sem er miðað að þörfum og almenning sko. Svo það er náttúrulega sko stóra verkefni er líka stöðva þessa vaxandi misskiptingu. Sko að því þú varst nú að spyrja áðan sko hvernig stendur á því að mönnum finnst þér hinn aðilinn svona veikur
Árni var að tala um að hérna væri vannmat. Það vegna þess að vegna þess að þetta eins og í hérna dýrabæ, svínin eru bara fitna, verða magráðugri og svo ég noti bara bókmenntalíkingu og hérna misskiptingin meðan hún fær að aukast jafnt og þétt þá versnar ástandið og það mun leiða til óhjákvæmilegra náttúrulega bara harðnandi stéttaátaka. Stóra verkefni þess að stoppa þessa misskiptingu, fara að beita skattkerfi ríkisins með skynsamlegum hætti, deila byrðunum jafnar, svo að þetta byggja hér upp eitthvert velferðarsamfélag. Við erum alveg á mörkum þess að geta talist velferðarsamfélag eins og staðan að vera með í baráttunni. Þau verða náttúrulega stjórna ferðinni. Þau verða að vera með. Þau get ekki bara að tala um eitthvað allt annað en á þingi. Og þau þurfa að bjóða upp á einhvern skynsamlegan valkost. Það náttúrulega gerist augljóslega ekkert fyrir en að verða næst kosningar. Það að vera með þessa tvo endapóla þingsins saman í ríkisstjórn þýðir að það aldrei hægt að tala um hugmyndir. Það útilokað. Það ekki á dagskrá. Þannig að það verður ekki á dagskrá fyrir í fyrsta lagi þegar aftur verður kosið og vonandi þá, en það hefur nú svo sem ekki alltaf verið. En ég meina svo stofnuð nefnd eftir nefnd, það alltaf byrjað upp á nýtt. Hvað búið að stofna margar auðlindanefndir til þess að komast að einhverju niðurstöðu nýtingu fiskveiðauðlindarinnar og annara þjóðarauðlinda. Búið til sátt. Og sáttanefndirnar allar. Og alltaf byrjað upp á nýtt. Þetta er sáttum og þetta eru biðleikir. Það er að selja almenningi sáttum það sem almenningu vill ekki. Já, og leika einhverja biðleiki sem eiga ekki að leiða neitt af sér. Það verður að bjóða sátt við aðila sem að eru fáir en ríkir. Þetta er jafnvægið í þeirri umræðu er skakt. Það er jafnvægið eins og í kosningakerfi Samtaka atvinnulífsins. Talandi þetta með þennan fáu ríku, þá er það náttúrulega jafnvægið í fjölmiðlum líka stór undarlegt. Það sem er alltaf verið að tala við 0,1%, það fær alltaf helmingi meiri tíma heldur en 99,9%. Ég sem er svona gammalt fjölmiðla með þá næði ekki akkurat þetta alltaf að stilla upp dagskrárvaldið er alltaf Halldóri Benjamin og tala við hann og svo einstaka sinnum við Sólveig Önnu sem er þó með 27.000 félagsmenn. Hann er bara með einhverjar 8 ríkustu ættir landsins. Þetta er bara við höfum gleymt að lýðræðið er ekki vald peningana. Lýðræðið er vald fólksins. Já, allir eiga að hafa jafnari rétt meðan þeir hafa höfuð og hendur og fætur og geta tala en þáttur fjölmiðla er alveg mjög sérstakur en ég vil bara líka benda á að við vorum að tala áðan um eitthvað tímabil sem var áður 1992 þá var þjóðviljinn lagður af og skömmu síðar dó tíminn og bara hafa þessi blöð á sín tíma þetta skapaði alltaf aðra aðstöðu heldur en núna þar sem að öll fjölmiðlaflóran er í höndunum á auðveldinu beinlínis og það eru 4 mokkar í landinu. Má ég slá botnin í þetta núna? Við getum talið endast áfram því ég þarf að fara til Suður Ameríku. En þakka ég kærlega fyrir Þorgeir, Ólína og Árni Daniel.